Við vitum öll að það ekki fallegt að pína þá sem minni eru. Þegar slíkt gerist í viðskiptum getur það falið í sér misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Það getur átt við þegar einn aðili stærstur á markaði og í aðstöðu til að beita ýmsum ráðum til að hindra eðlilega samkeppni. Markaðsráðandi fyrirtæki má og á að keppa við þau sem minni eru. En passa að hrekja þau ekki út af markaði eða gera þeim að öðru leyti erfitt fyrir að starfa. Það getur markaðsráðandi fyrirtæki til dæmis gert með því að hafa verð svo lágt, jafnvel undir kostnaði, að minni fyrirtæki eiga ekki möguleika á að keppa. Það getur líka freistast til þess að gera samninga við viðskiptavini sem banna þeim eða takmarka möguleika þeirra á að eiga viðskipti við aðra keppinauta. Þá getur markaðsráðandi fyrirtæki neitað að selja keppinautum eða viðskiptavinum mikilvægar vörur og þjónustu sem jafnvel ekki í boði annars staðar. Markaðsráðandi fyrirtæki getur líka boðið systurfyrirtækjum sínum eða tengdum fyrirtækjum verð sem öðrum ótengdum fyrirtækjum stendur ekki til boða. Þegar keppinautarnir hafa hrakist af markaði eftir slíkar aðgerðir, minnkar samkeppnin og hið markaðsráðandi fyrirtæki getur til dæmis komist í aðstöðu til að rukka hærra verð en það hefði getað í heilbrigðri samkeppni. Með þessu þarf samkeppniseftirlitið að fylgjast og bregðast við með viðeigandi hætti. Ef markaðsráðandi fyrirtæki misnotar stöðu sína, getur það þurft að greiða háa fjársekt. Best þegar allir fara eftir settum leikreglum og samkeppnin fær að njóta sín í heilbrigðu markaðsumhverfi.